Jörðin, efnasamsetning og bergtegundir. Jörðin úr atómum sem urðu til í Miklahvelli annars vegar og sprengistjörnum hins vegar. Þegar sólkerfið var í myndun fyrir 4,5 milljörðum ára eða svo, blés sólvindurinn léttum rokgjörnum efnum eins og vetni og helíni burt af því svæði sem jörðin var að myndast á. Jörðin og aðrar reikistjörnur innra sólkerfisins mynduðust því úr þungu efnunum sem sátu eftir. Þess vegna jörðin að mestu leyti úr járni, eða 32,1%, súrefni, kísli, magnesíumi, brennisteini, nikkeli, kalki og áli. Afgangurinn eru önnur efni í snefilmagni. Járnið að langmestu leyti í kjarna jarðarinnar. Jarðskorpan talsvert frábrugðin. Efnasamsetning hennar vel þekkt enda hafa jarðefnagreiningar verið gerðar á bergi úr henni. Mest súrefni, þá kísli, svo áli, járni, kalsíum, natríum, kalíum og magnesíum í minna magni. Jarðskorpan úr mismunandi bergtegundum sem skiptast í 3 meginflokka eftir uppruna. Storkubergi sem verður til þegar kvika storknar, ýmist á yfirborði jarðar sem hraun eða djúpt í jörðu sem djúpberg eða grunnt í jörðu sem innskotsberg. Setbergi sem verður til úr bergmylsnu sem límist saman eða úr steinefnum sem falla út í vatnslausn, eða myndbreyttu bergi sem verður til þegar storkuberg eða setberg umkristallast djúpt í jörðu vegna hita og þrýstings. Jarðskorpan að megnu til úr storkubergi. Setberg og myndbreytt berg verða til við veðrun, rof eða umkristullun þess. Hér sjáum við storkuberg, setberg og myndbreytt berg. Og hér sjáum við hver tegund verður til og hvernig. Bergtegundir úr steindum, kristölluðum föstum frumefnum eða efnasamböndum sem finnast sjálfstætt í náttúrunni. Algengustu steindir jarðskorpunnar nefnd síliköt en þau úr blöndu kísilsýru eða kísils og súrefnis og annarra efna eins og járni, magnesíumi, áli, kalsíumi, natríumi eða kalíumi. Ólívín, feldspat og pýroxen dæmigerða sílikatsteindir sem koma fyrir í storkubergi og finnast út allt á Íslandi. Storkuberg skiptist í fernt eftir hlutfalli kísilsýru á móti járni og magnesíumi. Súrt sem inniheldur meira en 65% kísilsýru, dæmi það eru líparit, ríólít, granófýr og granít. Ísúrt sem inniheldur 52–65% kísilsýru, dæmi það eru andesít og díorít. Basískt sem inniheldur minna en 52% kísilsýru eins og basalt og gabbró og útbasískt sem inniheldur innan við 45% kísilsýru eins og peridótít. Þegar hlutfall kísilsýru eykst í bergi minnkar eðlismassinn, þess vegna súrt berg eðlisléttara en basískt berg. Innan hvers flokks eru fjölmargar mismunandi bergtegundir, hver með sitt heiti og ólíkar að samsetningu og kristallagerð. Granít súrt berg með stórum kristöllum en basalt basískt berg með litlum kristöllum. Gabbró basískt berg með stórum kristöllum en peridótít útbasískt berg með stórum kristöllum.